eins og í dag? Ég veit það ekki. Mér líður eiginlega bara ekkert vel. Jæja, viltu segja hvernig þér líður svona dagsdaglega? Hver morgun einstakur. 1, 2, 3, 4 og 5. Blikkaði ekki alveg örugglega 5 sinnum. 1, 2, 3, 4, 5. Það er ekki 5 sinnum, það gerist eitthvað slæmt. 1, 2, 4, 5. Eftir að missa alla vinna mína er ég ein. Ég verð að athuga hvort Rakel sé ekki alveg örugglega. Ef hún svarar mér ekki eftir 1 mínútu, þá hættum við að vera vinkona mín. 1, 2, 3, 4, 5. Ég er ömurleg. Já, ég skil það líka. Hvar er það þeir? Akkur er ég ein? Langar ekki að vera ein. Akkur vill enginn vera með mér. Ég var að missa alla. Allir fara frá mér. Er einhver að fara út? Nei. Það má ekki fara út. Þá er ég alltaf eilífi. Alltaf. Eftir hvern dag sé ég engan tilgang með lífinu. Ég verð eirðarlaus og mér langar að fara. Mér langar ekki að vera yfirgefin eins og þegar ég var yngri. Skiptir engu máli. Skiptir engu máli. Hvað var það sem þurftir að upplifa þegar þú varst yngri? Ég líkir að hægri mínu úr þig! Getur það ekki verið að líðan þín í dag endurspegli það sem gerðist fyrir þig í barnæsku? Það sem mælir með að þú gerir er að komast í því hvernig hegðun og hugsanir þínar á áhrif á andlega líðan þinn. Þess vegna vil ég leggja fyrir nokkur heimaverkefni. Á hverjum degi átt að skrá niður ósjálfráðar hugsanir í sálfum þína og vega að meta hvort að það sé réttmætt tilgangi að vera meðvitað um eigin hugsanir. Næsta sem þú ættir að gera er að vekja prílan sem er myndað í kjölfarið þráhugsanir. Settu svona því erfiðar aðstæður, til dæmis í stað þess að senda vinkonunni 10 SMS á dag. Senda frekar 5 til að byrja. Þetta eftir að valda þér miklu kvíða og getur verið verulega erfitt en á sama tíma áhugarík leið til að minnka kvíðann sem er að valda fyrir miklu erfiðleikum í daglegu lífi. Auk þess vil ég bæta við að slökun og hreyfing hvernig degi getur breytt sköpum. Hvernig líst þér á það? Ég verð að hafa samfélagið. Ég verð að ekki hafa eitthvað sem er bóðið það. Ég get ekki gert það. Ég mun að ég get þetta ekki.
Hvert skref er óbærilegt. En hvert skref sem ég tek er áttin að mínum bata. Þetta líf er óútreiknanlegt, erfitt, dapurlegt og litlaust. Mín heitasta ósk er að geta horft á heiminn með örlítið bjartari augum.